þá komið að heimsmálunum sem að þessu sinni eins og oft áður snúa svolítið Donald Trump og hvað hann að gera og hvað hann hefur hugsað sér að gera. Hilmar Þór Hilmarsson staddur í Bangkok, en hann hingað kominn á Zoom. Blessaður Hilmar. Sællvertu. Það hérna tvennt sem að Donald Trump gerði í þessari viku. Það var annars vegar þá hélt hann fund með Netanyahu í Hvíta húsinu og kynnti eftir hann svona tilboð, ég veit ekki hvað að kalla það, til Hamas og síðan fór hann og hélt ræðu yfir öllu yfir manna setti bandaríska hersins og lýsti þar með stefnu sinni í heimsmálum og málum hersins. Ef við byrja á tilboðinu til Gaza, það þar eiginlega stillt upp öllu eins og Ísrael helst vill hafa það, er það ekki? Já, sko, það ég bara skoða þetta í dag og eitthvað heyrt þetta, en sko, mér skilst þetta sé þannig að þetta sé eitthvað sem Bandaríkin höfðu frumkvæði að gera og síðan fóru ráðgjafar Bandaríkjanna, forseta Bandaríkjanna Donald Trump yfir þetta með Netanyahu og þá voru gerðar einhverjar breytingar og þannig að þetta er einhvers konar tillaga frá Bandaríkjunum og Ísrael. En mér skilst að Hamas hafi ekki haft neina aðkoma að þessu. Og það sem vakti athygli mína hérna það að það gert ráð fyrir því, ef ég sé þetta rétt, að eftir 72 tíma frá því að samkvæmulega þykju gildi að þá, og búið að samþykkja, að þá þurfa gíslarnir þá þarf að vera búið að skila gíslunum öllum sem eru eftir í haldi Hamas. Það er eitthvað sem er alveg tilgreint og það er spurningi, sko, svo er líka talað um það að Hamas verði það er talað um disarm, að Hamas þarf að skila af sér öllum vopnum, bara algjörlega afvopna Hamas, sem er eitthvað sem að nummer 2 sem ég vakti athygli mína og svo nummer 3 er það að ísraelski herinn mun lífa Gazasvæðið bara í einhverjum áföngum á einhverju ótilgreindu tímabili. Og það sem að vekur athygli það að ef að allir gíslunum er skilað og Hamas skilar öllum vopnum, þá náttúrulega hefur fólki á Gazasvæðinu enga möguleika til að verja sig lengur. Og síðan á ísraelski herinn að fara í einhverjum áföngum sem ég sá enga tímatöflu hvernig þetta ekki stað. Þannig að það er mjög erfitt að fylgja þessu þegar það er tímatafla hvernig á að skila gíslunum. Það er sagt að þeir verða að losa sig við öll vopn og síðan þetta með að ísraelski herinn muni yfirgefa Gaza, en þetta segjum svo að þetta er samið þetta og svo myndu Ísraelar skila öllum gíslunum og svo myndu þau líka skila öllum vopnum og láta eyðileggja öll göng og alla svona varnar innviði, þá að eyðileggja þá alla. Mikið að Hamas-liðum í göngum, grafið niður, að þá ef það er ekki ljós hvenær Ísraelskerinn ætlar að yfirgefa Gaza, þá er þetta svolítið erfitt og svo kemur líka ofan á það að það er mjög óljóst með tveggja ríkja lausn, hvort að hún sé að fara að koma. Það er ekki talað um eitthvað, er eitthvað nefnt, en það er mjög óljóst hvort og hvenær það gæti orðið. Þannig að ég get ekki séð hvort þú hefur eitthvað heyrt meira en ég nýlega hvað Hamas er að segja þetta, en mér finnst að þetta sé ekki aðgengilegt fyrir þá að því leyti að það verður svo auðvelt með þessa punkta fyrir Ísrael að bakka út úr þessu þegar að gíslunum hefur verið skilað og þegar að búið að afvopna Hamas. Það er það sem að ég myndi á ágjur ef ég væri á þeirra hlið og ég meina ég sé ekki að þeir gætu samþykkt það. Ég veit ekki hvað þeir eru að gera núna. Ég sé ekki hvernig þeir gætu gengið að þessu nema að það sé eitthvað tímatafla, eitthvað trygging fyrir því að þetta verði. Það hafa verið svona drög að samningum áður og þá hefur verið talað um að svona fangaskipti. Þá gerist það á sama tíma. Í þessu plaggi er það ekki þannig. Það er Hamas á að skila gíslunum og líkum gísla sem hafa dáið á Gaza. Og Ísraelsmenn eigi að sleppa palestínumönnum úr fangelsi, 100 manna. En það er ekki tilgreint hvenær það á að gerast eða hvort það er að gerast sama tíma. Þannig að
þetta ber þess merki að þetta eiginlega samið af Bandaríkjamönnum og Ísrael, að það er náttúrulega byggt á samskonar tilboði sem að Netanyahu og Trump gerðu 2020 sem að var hafnað. Já, þetta allavega Hamas hefur ekki komið að þessu og þeir eiga samþykkja þetta, mér skilst það að sé talað með þeir bara samþykkja þetta óbreytt og með gíslarnir þetta voru teknir, þá voru 251, það er búið að skila einhver af þeim, ég veit hvort það eru 48 eftir eða eitthvað, það er ekki svo mikið, en allavega ég held að það, auðvitað myndi maður fagna því að ef að gíslarnir verði skilað og ég myndi fagna því ennþá meira ef þetta gerist 7. október 2023 sem að gíslarnir voru teknir, það var 2 ár síðan þetta var. 1200 manns létu lífið, þannig að þetta var algjör hörmung og auðvitað hefði maður helst til að þetta gerist aldrei og auðvitað myndi maður fagna því að gíslanum verði skilað, en það náttúrulega skiptir máli að þetta sé ekki þannig að gíslanum sé skilað, öll vopn séu látin af hendi, allir varnarinnviðir Gaza séu eyðilagðir og svo bara hætti Ísrael við sinn hlut. Ég meina það er ekki traust þarna til staðar. Og Bandaríkin er ekki hlutlaus í þessu máli. Bandaríkin klárlega eru það er oft talað um þessu svona special relationship milli Bretlands og Bandaríkjanna sem ég held að sé algjör vitleysa, auðvitað sem Winston Churchill bjóða til því að í seinni heimsstyrjöldinni það var special relationship milli Bandaríkjanna og Bretlands en þó að reyndar Bandaríkin hafi lagt áherslu á að ganga frá Bretlandi sem stórveldi algjörlega og hefði betra saman til Sovétríkin á þessu tíma heldur en Bretland. En eina landi í heiminu sem Bandaríkjanna hafa raunverulega special relationship, það er Ísrael. Og náttúrulega þannig að Bandaríkin geta ekki komið fram þarna sem einhvers konar hlutlaus aðili. Auðvitað er gott að Bandaríkin komi að þessu og skiptir máli því Bandaríkin eru þeir sem aðalega að skaffa Ísrael vopn og auðvitað skiptir miklu máli að þeir komi málinu en það þarf þá ég meina, ég held að Hamas hljóta að spyrja sko, hvernig á þetta framkvæmast, hvaða tryggingu höfum við fyrir því að þetta verði allt framkvæmt þegar búið að skila gíslunum og þegar búið er að eyðileggja alla orkuvinnið og öll vopn þá hættan sem þú að Gaza geti ekki varið sig á nokkurn einasta hátt lengur og Netanyahu bara hætti við allt ferlið og við vitum það í ríkisstjórn Netanyahu eru aðilar sem vilja losa sig við alla íbúa Gaza og vilja færa þá til suðurhluta Gaza að landamærum við Egyptalands og reyna að koma þeim þaðan í gegn til Egyptalands. Það er margir vilja eins með Vesturbakkann að koma Palestínumönnum sem búa þar yfir í Jórdaníu. Við vitum alveg þetta. Það eru aðilar sem vilja þetta, þannig að mér finnst þetta ekki vera samkomulag, auðvitað getur þetta verið eitthvað skref. En það er margt óljóst í þessu til þess að samþykkja þetta. Ég á erfitt með ímynda að Hamas myndi samþykkja þetta. Þetta er eiginlega stilt upp sem svona uppgjafarsamningum Palestínumanna. Það er ekkert minnst á Vesturbankar. Það er tekið fram að Hamas megi ekki koma að neinni stjórnvalda og heldur ekki stjórnvöldin á Vesturbakkanum. Það er að Gaza fari undir alþjóðlega stjórn undir stjórn Bandaríkjanna sem eins og þú bendir á er helsti stuðningsmaður Ísrael. Ísraelski herinn fer ekki út af Gaza, það er skilið eftir svæði þar sem hann getur verið inn á og stjórna allri umferð til og frá Gaza, þannig að þetta er svolítið svona sá sem að verður fyrir þjóðamorðinu að hann á að gangast við bara einhliða uppgjöf en sá sem er að fremja þjóðamorðið hann á að fá allt sem hann vill og þess vegna vekur það svolítið furðu viðbröðin sem að voru á Vesturlöndum þar sem að þessu var fagnað Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvatti Hamas til þess að ganga að þessu. Hvað heldur að ráði þessum svona fyrstu viðbröðum? Er þetta vonleysi þjóðarleiðtoga að það finnist lausn með öðrum hætti að kannski tekið af þeim með þessu krafan að setja viðskiptaþvinganir á Ísrael eða að knýja einhverja aðra niðurstöðu fram? Hvað veldur því að þessu sem að virkar held ég fyrir flesta sem að hlusta á þetta sem svona hálfbarnaleg tillaga að þarna endi bara frelsisbarátta Palestínumanna áratugum saman með einhverju einhliða uppgjöf? Hvað heldur að valdi þessu svona jákvæðu viðbröðum svona fyrstu klukkutímana? Bæði í fjölmiðlum og svo einhver meðal þjóðarleiðtoga. Ég veit það ekki. Ég meina, auðvitað eru allir óskaplega þreyttir á þessu og Trump er undir miklu þrýstingi sjálfur að bæði innanlands og það er vaxandi fylkingur í Bandaríkjunum að ljúka þessu
En svo náttúrulega Netanyahu ofboðslega sterkur í Bandaríkjunum, mjög sem hafi jafnvel meiri stuðning í Bandaríkjaþingi heldur en Donald Trump hefur, hann er mjög sterkur og hann er mjög snjall stjórnmálamaður og ég sé ekki sammála því sem hann er að gera síður en svo og mér finnst þetta hörmulegt, þetta er allt hvort þetta er fjöldamorð þarna eða þjóðamorð, það má deilum það, en ætli það getur ekki verið að þetta sé bara það aðeila fagni því að þetta sé eitthvað sem getur hugsanlega leitt til einhvers, en ef að ég væri að semja fyrir Palestínu þá myndi ég ekkert skella á og ég myndi vilja fá frekar útfærslu á mikilvægum atriðum, hvernig ætti að framkvæma þetta og hvaða tryggingar séu til staðar. Ég myndi vilja það. Svo var hann ég myndi ekki hægt að tala við og ég myndi bara koma með... En það er ekki verið að tala, Hilmar, ég verið að skjóta inn, það er ekki verið að tala við það sko. Það var einhverja tilraunir hérna fyrir einhverju síðan, en það var Ísrael þeir reynda að myrða sko þá sem að tóku þátt í samningunum, þannig það er engar viðræður Bandaríkjamann og Ísrael við Palestínumenn. Nei, en sko, Hamas fær þetta í hendur og þarf að bregðast við og mér skildi þessu svolítið mikið tekið úr lífið, þannig að samþykki þetta eða ekkert og þeir geta náttúrulega brugðist við hvernig þess að þeir vilja, þeir geta sagt að okkur líst vel á hérna þessa punkta hér, en svo eru aðrir sem þurfa miklu meiri skýringar og miklu ítalegri og einhverja tryggingar, þannig að þeir geta sagt það. Hvort að Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn fallast á það er annað mál, ég er ekkert efast það kannski, er ekkert viss það. En ég meina, þeir geta alltaf tekið, það eru vissi liðir sem eru í jákvæðir eins og til þess að komist hjálpin á Gazasvæðið og uppbygging og það eru hluti sem gætu verið góðir, en mér er svolítið barnaleið, það svolítið verið að í að því að það er breyta þessu í eitthvað nýtt Singapúr eða eitthvað svona svæði það sem eða kraftaverkaborgir eins og kallaðar eru í sumum miðausturlöndum eins og Doha og slíka hluti, þetta getur verið mikil uppbygging þarna, það er hugsanlegt, en ég menna það er svona eitthvað draumsýn sem er eiginlega grundvöllur undir eins og staðan í dag, en allavega ég er sammálaðari því þetta er barnalegt að því leiti að það er ekki hægt að ganga að þessu, en mjóri mikið svísur, kannski Hamas getur bara sett fram í spurningaformi hvernig ætli að framkvæma þessi atriði og getur komið tímatöflu og þá geta henni svarað eða ekki, ég veit það ekki, en mér finnst þetta ekki að vera neitt eitthvað sem ef ég væri Hamas ég geti stokkið á þetta alveg án þess að vera búin að fá að vita meira og það er bara margt óljóst eins og þú veist að benda á, tímatöflunar eru óljósar nema þetta, það á að skila gíslunum eftir 72 tíma en það er bara ekki nógu gott og það er ekkit gott fyrir það sem er búið að vera staðan þjóðamorð eða fjöldamorð að Hamas verði bara allt í að gera vopnlaust, ég veit ekki hvernig það á að ganga upp, þannig að þetta ég veit ekki að þú frétt eitthvað meira þetta en bara eftir að hafa lesið samkomulagið bara tekið hálftíma klukkutíma í það þá voru þarna paragraf 4, 6, 13 og 16 sem ég hluti sem að mér fannst ekki vera ljóst hvernig þetta gerast og hérna það er alveg hugsanlegt að Ísraelar og Bandaríkjamenn hafi einhvern ítalegri texta eða útfærslu sem þeir geta sýnt en ég meina eins og þetta er svona þá á ég og erfitt með ímynda mér að þetta verði framkvæmt þess að þetta verði samþykkt. Og svo það sem og það er rétt að það er ekki viðræður en það er að þeir eru beðnir viðbrögð, viljið þið hafa þetta eða viljið ekki neitt? Viljið þið skila gíslunum innan 72 tíma, annars verður ykkur eitt, það er eiginlega tilbúið. Og það sem að Ísraelsmenn hérna er að samþykkja þarna er að gefa, hætta að hindra að matur fari til þeirra sem er að svelta. Og þetta eru svona atriði sem að ætti að bara vera frumskilyrði fyrir það til þess að sé hægt að hefja einhverja viðræður, að þá verði það að opna leiðina inn svo að fólki hætti að svelta og sér gefi matur, svo skulum við sittast niður og tala, þannig væri það í siðuðum heimi, en það er margt sem er betri til þess að við lifum bara ekki í siðuðum heimi. Það eru mörg lönd undanfari sem hafa verið að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki, sem er svona tákgræn aðgerð og það er líka eitt af því sem að Trump er örugglega þrýstingur og hann reyna að finna einhverja lausna, einhvern farveg sem geti leitt til lausnar vegna þess að það er ábúðslega mikið þrýstingur bara alþjóðlega á Bandaríkin sem að þessu verða linna og það sem þú ert að benda á er náttúrulega algjörlega óforsvaranlegt og það eru þjóðir sem að bara vilja ekki horfa upp á þetta lengur og við erum að tala um eins og Bretland sem var að viðurkenna Palestínu, það ekki rétt? Bretland, Frakkland. Já, með skilyrðum að Hamas kæmi hvergi nálægt.
En möguleiki á að alþjóðleg stjórnmál séu svo einfeldningsleg að þetta sé útspil sem að Trump leggur fram í samstarfi við Netanyahu, vitandi það að Palestínumenn geta aldrei samþykkt þetta, því að þeir eru eiginlega, þarna væri að samþykkja að leggja niður frelsisbaráttu sína margra áratuga og beygja sig undir algjör yfirráð Ísraels. Og fyrir það náttúrulega að Vesturbakkin ekki nefndur í þessu, þannig þetta ekkert samkomulag Palestínu. Að hugmyndi sé svo að þeir leggja þetta fram vitandi það að Palestínumenn get ekki fallist á þetta og þá geta að segja, heyrðu við reyndum allt það bara, Palestínumenn þeir vilja bara ekki frið og þannig að þeir fái réttlætingu til þess að halda áfram þjóðarmorðinu sem stefna Ísraels að hrekja fólk eins og þú bent á, að margir ráðherrar hafa sagt þetta, markmið að hrekja Palestínumenn frá Gaza. Ég held að Donald Trump vill ljúka þessu Gaza stríði og hann vill líka ljúka stríðin í Úkraínu. Hann getur hvorugt gert, hann hefur ekki getað ráðið við þessi vandamál og mér virðist hann vera orðinn mjög þreytulegur og þetta maður sem verður 8 ára næsta ári, hann ekki unglamb lengur og hann búinn að þú veist hvernig Úkraínumálið hefur farið með hann, það verður ekki komið neitt út úr því, ekkert nokkuð skapaðan hlutur. Ég held að hann vilji losna við þetta mál, hann þarf að eiga við manni svo Netanyahu sem snjall stjórnmálamaður þó að við séum báðir sammála það að það sem hann að gera á Gazasvæðinu algjör hörmung og hvort sem það fjöldamorð eða þjóðamorð en ég held að Trump vilji ljúka málinu en þetta sem að ég sá, þessi 20 punktar, mér fannst þetta ekki vera aðgengilegt. Ég hef ekki séð nein formleg viðbrögð frá Hamas. Stjórnmálaarmur Hamas var reynda þannig að þar var ekki stór hluti af samninganum að þeir sem voru þar myrtir af Ísrael sem voru í Doha í Katar. Þá hlutu þeirra ekki allir. Ekki allir, hlutu þeirra. Og mér skilst að Netanyahu hafi beðist afsökunar á þeirri árás. Nei, hann baðst ekki afsökunar á því. Hann baðst afsökunar á því að katarískur öryggisvörður hefði látið lífið. Hann baði ekkert afsökunar á því að vera að myrða Palestínumenn. Já, allavega, það var einhver afsökunarbeini, en allavega pólitíski armur Hamas í Katar og Katar hefur verið svona mjög mikið inn í þessum máli og bara sé verið að sprengja inn fyrir landamæri annars lands náttúrulega mjög alvarlegur hlutur og þessi var sjálfsögðu mjög illa tekið í Katar. En Katar hefur þann kost sem að Bandaríkin hafi ekki, að Katar getur verið svona hlutlaus aðili. Þeir eru í góðum samskiptum við Bandaríkin, þetta stærsta flugherstöð sem Bandaríkin hafi í Miðausturlöndum í Katar, flugherr, og þeir eru í góðum samskiptum við Rússland, þeir eru í góðum samskiptum við Kína og Miðausturlönd. Þannig að þeir eru raunverulega, þetta land sem eitthvað 300.000 manns bara, en svo eru þeir með einhverjar 2,5 milljón farandverkamanna. En þetta mjög sérstakt, en þeir gætu komið að þessu og hafa verið að milligöngum en þar með með gíslatökuna. En ég held að þessi árás inn í Katar hafi slæma áhrif. En allavega ég get ekki séð, það er alveg ljóst að Bandaríkin eru ekki svona, það sem maður myndi kalla honest broker. Þetta ekki land sem hlutlaust, en það auðvitað verða Bandaríkin að koma að þessu og líka náttúrulega Ísrael og svo þarf Hamas að bregðast við með einhverjum hætti. Hernaðarhlutin á Gazasvæðinu, pólitíski armurinn og höfuðstöðvar þar eru í Doha. En eins og sé, ég hef ekki séð nein viðbrögð frá þeim, kannski hefur þú séð eitthvað viðbrögð frá þeim? Nei, það eru bara svo fréttir héðan og þaðan, það sem einhverju frá Reuters og einhverju frá BBC heyrir í einhverju sem tengdur Hamas, sem eru svona eins og við getum búist við, að menn séu að skoða þetta og lítist ekki á þetta séu augljóslega allt stillt upp eftir kröfum Ísraelsmanna og þar fram til göttunum, það ekkert komin eitt svona skýrt og ákveðið svar. Þetta náttúrulega fólk sem í gríðarlegum vanda. Það mannfall á hverjum degi og örugglega einhverjir meðal Palestínumanna sem að vilja bara allt annað en þetta helvíti sem að fólki lifir við. En það náttúrulega siðlaust, finnst mér, hjá þeim sem að leggja slíku fólki fram afarkosti að raunverulega allsherjar uppgjöf. Fólk sem Já, enda náttúrulega alþjóðasamfélagið mjög mikil reiði og Ísrael náttúrulega algjörlega einangrað
algjörlega einangrað út af þessu máli, þannig að þetta mikil reiði sem að ríkir alþjóðlega, en ekki ef maður skoðar viðbröðum við þessu, það sem að kröfurnar eiginlega allar sem að Netanyahu átti tiltölulega auðvelt með að sætta sig við að alþjóðasamfélagið svo kallað tekur bara vel undir það. Ég veit bara ekki hvort að við komum til að við lesið, ég las það bara, það tekur hálftíma, klukkutíma að lesa þetta yfir. Ég verið sjálfur að semja, ég myndi ekkert skella á viðkomandi eða hætta að tala, ég myndi bara segja hér eru veikleikar í þessu samkomulagi, það þarf ekki tímatöflu, skýringar, en ég þarf ekkert lengri tíma til að sjá að það eru að minnst út í 3 alvarlegi veikleikar í þessu sem ég nefndi, það er að skila gíslum 72 tímar, afvopna algjörlega og eyðileggja alla innviði, varnarinnviði, en Ísrael á bara að fara smátt og smátt frá svæðinu á með enga tímatöflu. Þetta er augljóst, þú þarft ekki að vera nema 10 ára til að sjá þetta, að þetta er eitthvað að þessu, og ég veit ekki hvort að þessir aðilar, hvaða rök þeir hafa fyrir því að þetta sé allt í lagi, ég skil það ekki. Nei. Og kannski að gera kröfu að Ísraelsmenn hætta að myrða fólk svona meðan það verið að ganga frá samningum. Þeir gera það ekki. Já, það er mjög, já, það er náttúrulega búið að gagnrýna Ísrael mjög harkalega, en Ísrael hefur ekkert verið að hafa mikla áhyggjur af því hvað svo kallað alþjóðasamfélag, ef það er til, eða hvað það er, segir málið. Og Sameinuðu þjóðirnar hafa margsinnis sagt alls konar hluti, en við vitum það að Sameinuðu þjóðirnar hafa engin áhrif í þessu máli, og eina stofnun Sameinuðu þjóðirnar sem hefur eitthvað alvöru vald sem er svona hægt að knýja fram ákvarðanir, það er öryggisráðið, og þar eru Bandaríkin með neitunarvald og hafa margsinnis beitt því. Þannig, og það er bara, það sem er skrítið, það er land sem er ekki 10 milljónir manna, skuli nánast stjórna landi sem er 350 milljónir manna, það er mjög sérkennileg staða, en þannig er staða í þessu máli. Og mér skilst það sko að samkomulagið hafi verið breytt eftir að Netanyahu kom til Washington og ræddi við ráðgjafa Trump, þá hafi samkomulagið verið breytt svona meira í átt að því sem að Ísraelar vildu. En það er spurningin hvort að ef að Hamas vill koma með einhverja mótleik, hvort það hefur verið hlusta á það ekki, það veit ég ekki, það hefur bara komið í ljós hvað Ísraelar og Bandaríkjamenn segja það, þeir náttúrulega eru sterkir aðilinn í þessu. Og svo er annað sem er að gerast, að staða Bandaríkjanna er að veikjast í þessum heimshlutum, eins og svo Sádi-Arabíu, þessi Bandaríkjanna hafa lagt mikla áherslu á að vera í góðu sambandi við, að vegna Persaflóans. Það var að gera varnarsamkomulag í Pakistan, sem er slæmt samband með til Pakistan og Bandaríkjanna, og Pakistan er mjög mikið á Kína hliðinni, mjög tengdir á Kína, og Pakistan er kjarnorkuveldi, og svo er hitt landið hinum megin Íran, og þar voru nýlega loftárásir á kjarnorkuinnviði í Íran, þannig að Bandaríkin er ekkert í góðri stöðu í Persaflóanum, og þetta hefur slæm áhrif fyrir Bandaríkin. Þannig að þetta þjónar ekki hagsmunum Bandaríkjanna að gera þetta. Þannig að þetta samstarf sem átti að vera með og allt þetta sem átti að gera, það er allt saman horfið, og þetta líka skadar Ísrael. Hugsaður Ísrael, allir ferðamenn einaði hafi með meira og minna horfið, hagkerfið liggur niðri, við skilum þessi mikið af ungu fólki sem hefur búið í Ísrael sem er að flytja í burtu, fólk sem er í hátæknigeiranum sem er vel menntað, vill að búa í landi þar sem er svona mikið óöryggi. Ég meina það er ekkert langt síðan að Íranir skutu eldflögum og yfir Ísrael öllu miklu tjóni, þá kom í ljós í því stríði að Íran, þó að Hezbollah og Hamas hafi ekki getað valdið miklu tjóni í Ísrael, í stríði sem var hérna ekki fyrir löngu síðan, að þá gat í Íran, þó að þessi að skjóta eldflögum 1500 km, þá gat þeir valdið miklu tjóni í Ísrael. Þannig að sko, Ísrael er í tölum miklu vanda efnahagslega og algjörlega einangrað, en auðvitað þeir hafa Bandaríkin, og það munar minna en Bandaríkin ef þú þarft fjárhagsaðstoð eða vopn. Á blaðamannafundinu sem þeir héldu félagarnir í Hvíta húsinu eftir að þeir gengu frá samkomulaginu, að þá talaði Trump töluvert það að þetta samkomulag væri eiginlega leið til þess að endurvekja Abraham samkomulagið, og meira þess að kalla það Abraham þeim til heiðurs í staðinn fyrir Abraham.
Abraham Accord, nefndi já. meðan hann Já. Sádi-Arabíu að þetta geti leitt til betri samskipta þar, þannig að það eins og að fundurinn með Arabaleiðtogunum hafi allavega, maður veit ekki alveg hvernig hann heyrir þessi maður, en hann hefur upplifað það, stundum heyrir hann bara það sem hann vill heyra, hann hefur upplifað það að þetta gæti orðið skref í áttina á því að endurvekja betri samskipti Sádi-Arabíu og Ísrael og þar með Sádi-Arabíu og Bandaríkjanna. Já, það var verið að tala svona korridor eða flutningaleið frá Indlandi í gegnum Sádi-Arabíu, í gegnum Ísrael til Haifa hafnaborgarinnar og þaðan til Evrópu. Þetta var svona verið að tala þetta og Netanyahu var allur uppfullur, þetta verið bylting fyrir Ísrael og bylting fyrir hennar heimsluta. Og þar voru alls konar hugmyndir í gangi, en ég held að líka að Ísrael hafi verið að taka af lífi þjóðarleiðtoga og alls konar aðila hinga og þanga og samninganefnd eða svona ekki þjóðarleiðtoga heldur svona háttsetta aðila í Íran, ekki? Og svo núna samningamenn einhverja í Doha og svoleiðis atburðir þeir vekja ugg hjá Arabalöndunum. Og þess vegna held ég að traustið milli Bandaríkjanna núna og Sádi-Arabíu sé ekkert voðalega mikið. Herru, má ég spyrja einu, af því að þú ert búin að vera að reyna að skilja hvernig Trump hugsar í mörg ár. Sko, hann hefur verið að, hann að selja okkur þá hugmynd að hann leysi stríð og sé friðarhöfðingi. Og hann hefur reynt við að koma á friði í Úkraínu. Og að mörgu leiti þá leita hann á stöðuna þannig að Rússarnir væru með yfirburðastöðu á vígvellinum og þess vegna væri það eðlilegt að verða að þeirra kröfum að svona stóru leiti. Í Ísrael og Palestínu að þá horfir hann á stöðuna og sér að Ísrael að myrða palestínumenn og eiginlega hrekja þá og palestínumenn hafa náttúrulega eiginlega engar varnir og við heyrum engar fréttir einhver svona raunveruleg stríðsátök þarna inni. Það ekki eins og að Hamas-liðar séu í átökum við ísraelska herinn, það bara ísraelski herinn fer þarna inn og ræðst á vopnlaust fólk og myrðir. Og hann horfir á þetta og segir, já, þetta bara staðan svona í hard powerinu, þannig að Netanyahu að vinna þetta og þess vegna verður hann bara að fá sínar kröfur en taparinn, hann verður bara að kyngja tapinu, svipað hann og sagði við Zelenský, þú ert ekki með einn spil á hendi, þú verður bara að kyngja þessu, þú er búin að tapa þessu landsvæðum. En hann verður reynda að skipta skoðun í Úkraínu sem við förum kannski yfir eftir. En þetta ekki bara svona línan hjá honum? Hann horfir bara á heiminn svona að sá sem að hefur völdin á skólalóðinni og hann hlýtur bara að fá að ráða. Ég held að Ísrael sé ekki búið að vinna Hamas ennþá. Hamas náttúrulega er í mikið og í göngum. Og ég hef ekki heyrt mikið vandfallara. Ég held að Ísrael sé ekkert búið að vinna Hamas ennþá. Ég held líka að ísraelski herinn sé ekkert í góðu ástandi. Ég heyrt að hann sé ekkert í sérstaklega góðu ástandi. Ég hef ekki algjörlega vissu fyrir því, en ég að heyra sjálfur að þeir hafa orðið fyrir töluverðu vandfalli og tjóni og þeir ekkert búin að vinna Hamas og það alveg óljós hvort þeim tekst að ganga milli bols og höfus á Hamas. Hilmar, ég ekki alltaf því fram, ég bara veltaði upp hvort að Trump horfi virkilega þannig á heiminn. Endilega skulum við ræða það hvort að Ísrael hafi þrek til þess að klára verkið eins og þeir láta, því að það eru mörg merki það að svo sé bara alls ekki. Já, ég held að Trump er ekki í hernaðarsinni eins og Biden var. Hann vill einbeita sér að Bandaríkjunum, hann sér að það alls konar vandamál innan hús í Bandaríkjunum, hann að tala að senda herinn í helstu borgir Bandaríkjana, hann stelur að óvindin það séu hættur heldur en utan Bandaríkjana. Ég held að hann vilji hvorki eyða sínum tíma, kannski ekki rangt fyrir minn, hann eyða sínum tíma í þetta og hann vill ljúka þessu. En hann að eiga við stjórnmálamann sem er Netanyahu, sem margir segja að hafi hagsmuni af því að stríðið haldi áfram og vill ekki ljúka þessu á Gazasvæðinu. Og þannig að ég held að Trump myndi vilja semja frið og hafa frið þarna, en auðvitað er það rétt að Ísraelir er sterkja aðilinn og mesta hörmungin af þessu það eru náttúrulega mikið af óbreyttum borgurum að falla eins og þú veist, en ég held að það sé ekkert búið að vinna Hamas og það sé ekkert ljóst að það er alls ekkert augljóst að ísraelski herinn geti gert það á einfaldan hátt. Ég meina, þetta er stríðið búið að standa yfir í nánast í 2 ár. 7. október núna þá
orðin 2 ár og það hefur ekki tekist að sigra Hamas ennþá. Þannig að ég er ekki sem ég geti það. Ég held að Trump, ég veit ekki hvað herfóringið hans að segja honum, en ég hugsa að Trump vilji ljúka þessu, hann vill klára þetta, en hann bara getur það ekki, eins og þetta er alveg sem Úkraínustríðið, hann vill ljúka Úkraínustríðinu og hann vill taka upp eðlilegri samskipti Pútín sem hann lítur á sem vin sinn, það er margt sem komið fram. Og en hann getur ekki gert það sem þarf til þess, verkefnið er eitthvað sem hann virðist ekki ráða við. Kannski er það óviðráðanlegt verkefni, við getum ekki komið á friði milli Rússa og Úkraínumenn því að það er svo langt á milli að það er eiginlega ófært og það sama á við Palestínumenn og Ísrael. En Trump virðist vera alveg ófær það að meta stöðu þess sem stendur veikar eins og kom í ljós í sambandi við Úkraínu. Hann gat ekki metið afstöðu Evrópu og Úkraínumanna sem að höfnuðu því sem Trump var að reyna að tróða ofan í kokið á Úkraínumönnum. Hann kunni ekki að meta stöðu þeirra og ég held að kunni heldur ekki að meta stöðu Palestínumenn eins og þegar hann er að tala að þarna verði núna að Palestínumenn bara gefist einhliða upp og síðan verði friður í 1000 ár í Palestínu, að það muni ekki rísa upp meðal Palestínumanna nein andspyrnurhreyfing gegn þessu alþjóðlega yfirvaldi sem er sett yfir þá og þeir afsali sér öllu völdum bæði á Vesturbakkanum og í Gaza. Þetta er bara eitthvað svo ótrúlegu barnaskapur að manni fallast til að hendur á að hlusta á stjórnmálamenn á Vesturlöndum taka undir þetta. Já, þetta er svo nýbúið að birta þetta og ég segi, þegar ég er að lesa yfir þá sé ég veikleika eins og sem ég sé ekki að sé hægt að samþykkja þetta. Það væri ekki hægt. Það er mitt mat. Ég hef ekki talað við neina aðra það, ég leiðtók það. En varðandi í Úkraínu þá, John Mearsheimer, professor í Chicago, þú kannast við hann. Við höfum báður hlustað á hann. Hann var að tala það að Trump hefði í kringu sig það sem að kalla third rate strategists, þannig að svona þriðja flokks ráðgjafa í kringu sig. Og hann hafi bara ekki nógu góða menn í kringu sig til þess að geta búið nokkuð til eða verið með nokkur raunhæf plön. En hvað maður þá að kalla leiðtoga Evrópu ef þeir eru third rate? Hvaða rate eru þeir? Vegna þess að sjáðu mig, þú getur tekið Úkraínu að Bandaríkin hafa komið málamiðlunni sem að Úkraínumenn hafa hafnað og Evrópa hefur hafnað. Og þeir vilja bara áður vildu vinna stríðið og taldi að það væri hægt. Núna telja þeir mögulegt að fá vopnahlé án nokkur að skilja það. Á meðan Rússar hafa sett fram ákveðnar kröfur sem voru settar fram í júní í fyrra sem aldrei hefur verið svarað á neitt hátt. Það hefur aldrei verið svarað hvernig að ég taka á því. En sjáðu hvernig Trump er búin að koma þessu fyrir. Hann er að yfirgefa Úkraínu sjálfur, hann ætlar ekki að eyða neinum peningum þetta meira, hann ætlar ekki að skaffa neinu vopn nema Evrópa borgi fyrir þau, hann ætlar að taka auðlindir Úkraínu tilbaka af þeim, þannig að mikið auðlindir til þess að borga fyrir allt þau hefur gert áður og hann er búin að knýja Evrópuríkin í að fara í 5% af verkli landsframleiðslu í hergagnakaup og núna talar hann það á þessum fundi sem hún nefndir hvað þetta er gríðarlega mikil vopnasala framundan og það væri aðal vandamálið í Bandaríkjunum með þar að það væri ekki nógu mikið framleitt af vopnum, það væri ekki að selja, það væri ekki til vopn við alla þessa peninga. Þannig að sér hvernig hann er búin að fara með Evrópu og samt er hann bara með third rate segir John Mearsheimer þriðja flokks ráðgjafa en sérðu bara útkomuna hvernig hann er búin að fara með Evrópu í varðandi viðskiptasamninga. Hagkerfi Evrópusambandsins er álíka stórt og hagkerfi Kína. Það er álíka stórt og Kína. Kína er bara að mæta stálinn inn og Bandaríkin komast ekkert með Kína. En sástu hvernig þeir fóru með Evrópu. Og það sem ég sem er frá Evrópu hef áhyggjur af er það að hvernig þetta allt er. Að Evrópa vill ekki gefa eftir en gefur raunverulega allt eftir og Bandaríkin það virðist allavega verið einhver þar þó að sé, eins og hann segir, third rate strategists sem er eitthvað að hugsa heildarmyndina. Og þú sér bara hvernig Bandaríkin eru algjörlega með sín mál á hreinu og búin að ná öllu sem þau vilja, geta notað Evrópu til að kaupa vopn, geta fengið það sem eru leta hendi með endurgreiðslu og geta selt áframhaldandi vopn 5% af verkli landsframleiðslu á ári
fyrir lönd sem eru svo slæmri stöðu að það getur orðið bara öngþveiti eins og Frakkland og Bretland. Forystumenn þeirra ástandi í þessu löndum eru svo slæmt félagslega að þessi leiðtogar sem þær eru hefði fullt í fangi bara að reyna að eiga við innanríkismál sín. En þeir eru á kafi ykkur allt öðru, búa til einhvers konar coalition of the willing, slíka hluti. Þannig að þetta er alveg ótrúlegt rugl. Varðandi hérna Gazasvæðið, þá bara Ísrael professor í Chicago sem skrifaði bókum svo kallar Ísrael í lobby á Steve Walt í Harvard, hann segir bara að Trump nýja stjórnir Bandaríkjanna, hann gangar svo langt. Ég hef ekki rannsakað þetta mál svona mikið eins og hann, en það er bara sagt sko að það er ekkert að Ísrael bara stjórnar Bandaríkjanum. Það virðist vera það er það sem að fræðimenn í Bandaríkjanum, þessir sem ég nefndi, er að segja. Trump hélt ræðu yfir yfirmönnum hersins ásamt Pete Hegseth, varnarmálaráðherra sem heitir núna stríðsmálaráðherra. Það sem hann dró upp svona þessa mynd, hann lýsti afreki sínu að hafa á fyrra kjörtímabilinu neytt Evrópuþjóðir til þess að eyða 2% af landsframleiðslu í hernað. Nú var hann búinn að hækka upp í 5% og stór hluti af því fjármagni myndi renna til Bandaríkjanna í hergagnaframleiðslu. Hann var að tala um það að hann var með skilaboð til þeirra sem var að framleiða vopn í Bandaríkjunum og þau verið að herða á vélunum því að ég er búinn að selja svo mikið út allt, og hann nefndi reyndar Sádi-Araba sem vildu kaupa 72 þotur og nefndi svona einhver önnur lönd og önnur svæði þar sem hann ætlaði að selja hernað. Þannig að þetta hljómaði eins og svona business-ævintýri að hann væri búinn að ýta undir svona ófrið og hervæðingu í heiminum sem að myndi skila sér í stór bættum efnahag Bandaríkjanna vegna þess að allir væri neyddir til þess að kaupa af þeim hernaðardótið. Það áreynda við Evrópu því að allir NATO-hernir eru svolítið stiltir inn á bandarísk hergögn, en hann var reyndar að segja að það væri vegna þess að þeir væru 15 árum á undan í tækniþróun hergagna, þannig að hervæðing heimsins myndi skila mikilli velsæld til Bandaríkjanna. Og hann sagði svona beint eða óbeint, ég er ekki alveg viss á því að þeir Bandaríkjamenn ætluðu ekkert að verja krónu í að styðja Úkraínu, heldur yrðu þau vopn sem að þangað yrðu seld, yrðu öll borguð af NATO-ríkjunum, og þannig að þetta var eiginlega hljómaði svolítið eins og svona business plan fyrir Bandaríkin, endurist Bandaríkjanna hervæðing heimsins. Hann sagði það bara held ég á frægum fundi með Zelensky, for us it is no business, það er að segja fyrir Úkraínu, það er að segja við erum tilbúinir að láta NATO-ríki Evrópa hafa vopn og þau geta keypt og gert það sem við vilja við þau, en við ætlum ekki að borga. Og þá er spurningin hvort að þá kannski ætti ég að taka viðtal við þig og spyrja því hvort að þetta hafi verið planað. Semst að George W. Bush sem fyrir að tala um að Úkraína farin í NATO í apríl 2008, vitandi það að það var ekki að fara að gerast, og Evrópa stendur gegn því. Tveir helstu leiðtogar Evrópa á þeim tíma eru forseti kanslari Þýskalands og hættuleg, en hann færi því gegn, og svo hefst stríðið við Rússland og það þarf ekki að nota neitt hermann frá Bandaríkjanum eða frá NATO. Við erum með þarna hellinga, einhverja milljónir á ungum Úkrænumönnum sem hægt er að nota á vígullin og síðan senda þeim vopn sem núna á að endurgreiða í gegnum auðlindir. Hvort þetta hafa allt verið planað, ég bara spyr þig. Ég veit það ekki, en allavega þetta lítur ekkit vel út og það sem Evrópa hafi ekki náða verja sína hagsmuna neinu leyti. Náttúrulega fyrir Úkraína verst út því það er búið að eyðileggja Úkraínu. Hugsaðu að þegar Úkraína verið sjálfstætt ríki 91, á 30 árum þá var enginn hagvöxtur í landinu. Þá hafðu þeir allt það land sem þeir hafðu eftir að Sovétríkin féllu, Krímskagan og allt sem þeir voru með. Allar auðlindirnar voru undir þeirra stjórn, allt saman og 52 milljónir manna. Og það var ekki hagvöxtur, hagkerfi minnkaði á 30 árum, þannig að ekki var nú glæsileg frammistaðan. Núna með við það að núna eru kannski 38 milljónir eftir eitthvað svoleiðis og mikið að því er fólk sem er slasað eða örkumlað og svo gamalt fólk og svo börn eitthvað og búið að missa af svæði þar sem helstu auðlindir landsins eru að miklu leyti og búið að eyðileggja helstu innviði í landinu. Þannig að auðvitað er Úkraína að fara mjög illa út úr þessu, en svo er líka Evrópa að fara illa út úr þessu að því leyti að hún verður að lönd sem eru bara á barmi þess að það verður bara
kannski ekki bylting, þetta var mikil ókyrrð félagslega, þurfa að fara að borga risa upphæðir til hernaðarmála og það engin vafi á því á þessum fundi sem hún vísar í þá, það var Donald Trump að tala það, að það væri framundan gríðarlega mikil vopnasala og mikill gróði framundan vegna útgjalda og þá hugmyndin að ég meina, hann sagði við vonum við þurfum aldrei að nota þessi vopn en það svo sagt hefur verið á enskum if you want peace, prepare for war og þá hann að hugsa svo allt í lagi, Evrópuríkin kaupa mikið af vopnum og þjálfa mikið af hermönnum og þá myndir Rússum mikið þetta til hugar að ráðast á það. En auðvitað staðan þannig núna að það tekur langan tíma að gera þetta og mörg ár og löndin eigi ekki peninga fyrir þessu. Bandaríkin sjálfur ekkert í góðu stöðu. Nú government shutdown, það er bara að loka opinberu stofnunum í Bandaríkjunum, það tekst ekki að koma saman fjárlög. Og hann nefndi þetta, Trump nefndi þetta með framleiðsluna, hann var að tala einmitt að það vantaði skotfæri og fleira og var svona eins og hann verið að hvetja þá sem að væru að framleiða slíkt að þeir eru að herða sig og það náttúrulega staðan sem hefur verið í Úkraínu að það þó að sé yfirlýsingar leiðtoga að styðja Úkraínu þá hefur ekkit kannski verið aukið vopnasendingar og vopnin eru heldur ekki vandamál Úkraínu heldur mannaflinn og það var þetta frétt í Mogganu núna að það væri aukin sókn flóttafólks frá Úkraínu á herskyldualdri til Íslands og það á líklega við öll lönd þar sem búið að vera fjall svona eitthvað það fari kannski ekki tátt að það svona minkandi trú meðal Úkraínumanna að stríðið skil einhverju og náttúrulega viss að því eftir því sem að dauðsföllin verða fleiri og tengjast fleiri fjölskyldum að þá veit fólk náttúrulega að það að ganga í herinn og vera sendur á fremstu vílínu það uppáskriftu upp á örkumlun eða dauða. Já, ég held þetta líka þess að þegar við erum að tala aðstoð Íslands við Úkraínu að því við erum að eiga við stórveldis og Rússland sem að núna eru alls konar vandamál með drón og annað og því að við værum ekki að kaupa vopn því að við erum vopnlaus þjóð og við viljum ekki fara að standa í leiðindum við Rússland á óþörfu á meðan við gátum gert mikið gagn og það er alveg rétt sem þú segir að það sem ég að heyra líka það að mannaflaskorturinn sé ennþá alveglega vandamál heldur en vopnaskorturinn í Úkraínu en það virðist samt vera í Evrópu ennþá hugsunin að eitthvað geti gerst á vígvöllinu sem muni snúa þessu við þannig að Úkraínumenn og það var eins og þú veist þá kom Trump með það nýlega sem að segi mér að hann snjallari heldur en margir Evrópuleiðtogar að hann sagði bara ok, Úkraína getur bara unnið stríðið og hún getur bara tekið all landið tilbaka og Krímskagan líka auðvitað veit hann þetta tjara en hann veit og hann sagði með þetta gerði með aðstoð Evrópusambandsins ég veit ekki hvort þetta átt að vera brandari hjá honum þetta er brandari en hann bara að snúa á það þeir eru að segja það ekki gefa neitt eftir, ekki gefa neitt land eftir hvergi að gefa neitt eftir við ætlum bara að sigra Úkraínu og við og hann bara tekur undir þetta með mig og segja þið gerir þetta bara sjálf ég skal selja ykkur vopn ef ég á þau til sem ég reyndar á ekki mikið til að vopnum það sem ég á til skal ég selja ykkur og það verður selt með hagnaði og svo skulle ég bara sjá þetta sjálf sko, ef það tala samninga sko, ef að Donald Trump og Putin þeir getur komið saman samkomulagi sem ég held að geti verið alveg sæmilegt samkomulag fyrir Úkraínu, hún myndi tapa einhverju en þetta verið sæmilegt samkomulag og Trump geti gert alls konar greiða fyrir Putin en Trump bara búin að sjá það þetta er vonlaust, því að allt sem hefur komið hingað til hefur bara verið hafnað algjörlega og ekkert verið hlustað á það og það bara við gefum ekkert eftir hann tók upp orðræðu Evrópuleiðtogana að Úkraínumenn yrðu bara að vinna stríðið og endurheimta allt landið og hann bætti við síðan og jafnvel meira eins og hann var að því að Úkraínumenn gætu bara farið til Moskvu eða eitthvað og svo hlær hann bara á kantinum og það þarf að kaupa öll vopnin til þess að standa í þessu hann ekki táður því hvort að Úkraínumenn vinni eitthvað land eða ekki hann bara græðir sem vopnasali og það Úkraína ekki öryggismál fyrir Bandaríkin. Nei, hann búinn að skila þessu máli og hann líka búinn að standa fram fyrir því í langan tíma að Evrópubúar hafa verið að segja ok, setjið í secondary tariffs á Indland og Kína og þá er Kína erfiðasti aðilinn, þeir eru þetta stórt land og öflugt og þeir standa bara jafnfætis Bandaríkjanum á svo mörgum sviðum að það er ekki takt að leika sem með þeir eru miklu harðskeyttari heldur en nokkuð með Evrópa sem hefur látið farið illa
sem skrítið því Evrópa bandalagsmaður. En sjáðu að hann var beðinn að gera þetta og hann veit að þetta gengur ekki fyrir Bandaríkin. Hann veit að bandaríska hagkerfið er svo þungu höggi að hann gerir þetta ekki. En svo bara snýr hann sig við og segir bara ok, Evrópa, gerið þið þetta fyrst og svo skulum við. Og segja eins og svo og hann alltaf veit að þeir mun aldrei gera það sem þeir að biðja Bandaríkinu og Zelenski alltaf með þá hugmynd ok, Bandaríkinu geta gert eitthvað bara til að skrúa bara fyrir Rússland alveg hann búin að halda þetta, hvort hann trúir þessu sjálfur, ég veit það ekki hann búin að tala lengi þetta, en auðvitað þetta algjör fyrra við erum í margpóla heimi málið er það að Evrópuleiðtogar neita að viðurkenna að við erum í multipólar heimi eða margpóla heimi Þeir lifa ennþá í einpóla heimi þar sem Bandaríkin er algjörlega ráðandi og þeir sjálfur með Bandaríkjunum. Þeir get ekki átta sig á því að sætt sig við það að við erum í margpóla heimi þegar dyr Rússlands inn í Evrópu og Bandaríkin lokast að mestu leyti, ekki alveg en að tölvur mestu leyti, það bara opnast dyrnar austur til Kína og BRICS-landana. Og þetta er það sem gerist í fjölpóla heimi. Ef að Kína væri ennþá þróunaríki, fátækt þróunaríki eins og var fyrir 30 árum, og BRICS-löndin mörg hver fátæk lönd, þá er þetta ekki hægt. En eins og Suðaustur-Asía sem ég er, sem eru lönd sem eru rík lönd, eins og Suðaustur-Asía, ASEAN, þetta eru tæplega 700 milljónir manna og lönd sem eru í miklum hagvexti, þau stunda viðskipti við Rússland, eiginlega öll bara án þess að sé nokkuð vandamál og sama með Kína. Og Evrópuleiðtogar tala þetta. En hvað gerir Trump? Hann segir, þið gerir þetta sjálf. Auðvitað, Trump vill ekki að hann verið kennt í stríði. Hann vill ekki gera það. Og þá segir þeir akkur setur ekki á secondary tariffs og auðvitað veit hann það þá er hann að skrúa sitt eigi hagkerfi niður og hann ætlar ekki að vera að gera það. Það er að koma í þingkosningu midterm elections, hann ætlar ekki að vera að stúta republikanaflokknum réttur í kosningar og þá segir hann bara ok, þið gerir þetta fyrst, þið stökkvið fyrst og skal ekki koma eftir. Hann veit að þeir stökkvu ekki fyrst og þá getur hann alltaf sagt já, það er ekki mér að kenna. Ég baði ykkur að beita secondary tariffs á Kína og Indland og þið vildu það ekki og þá ger ég það ekki heldur. Við þurfum að standa saman. Þannig hann er algjörlega búinn að snúa á það og það er merkilegt að segja að Donald Trump, margt sem hann segir er skrítið og maður furðar sig á sumum sem hann segir, en að halda því fram að maðurinn sé vitlaus, það er algjör fjarstæða. Hann ráð því hvernig Evrópulöndin hafa farið út úr samskiptunum við Bandaríkin. Allavega hans sjálfur eða einhverjir er að hugsa frá upphafi til enda en maður sér engan í Evrópu sem er að því, eða sér þú það? Nei, það og ég held að það líka sambandið tilbúið Gaza og viðbröð Evrópu leiðtogana við því afhjúparað enn frekar að Evrópa hefur enga getu til þess að vera með sjálfstæða hugsun heldur er þetta bara skottast eitthvað eftir Bandaríkjunum og reyna að halda niðri almenningi í sínu löndum við að sætta sig við raunverulega vera eitthvað svona leppríki Bandaríkjanna á alþjóðavettvangi og svo náttúrulega er afstaða þeirra til Úkraínustríðsins við höfum oft farið við það en ég ætla aðeins að áður en ég missi þig. Já, en sjá til Evrópa er ekki þjóðríki, þetta eru lönd, þetta er fyrirbæri með 27 höfuð. Já. Og ég hef verið skammaður fyrir það meðal hans nýlega frægum fjölmiðlamanni á Íslandi að ég tala alltaf mikið niður til Evrópu. Ég er Evrópubúi, ég er hlynntur Evrópusamrunanum og sameiginlegur markaður, hann er mjög mikil og margt sem Evrópusambandið hefur gert er gott og ég myndi ekki vera og Evrópa heldur upp í vissum mannréttindum og vissum gildum sem ég aðhyllist en mér bara blöskrar að sjá hversu illa er farið með Evrópu í öllum erfiðum samningum og samskiptum. Það er alveg ótrúlegt. Og það kannski af því þetta eru 27 höfuð sem eru að hugsa sjálfstætt, sem eru aðildarríkin og svo er þetta með einhverja aðila eins og Ursula von der Leyen eða talandi um Kaja Kallas, fólk sem hefur ekkert mikla getu og þess vegna lendir Evrópa á vondum stað eins og hún er í dag og auðvitað rennir mann þetta til rifja hvernig þetta allt er, þetta er alveg skelfilegt. Herðu, en ég ætla aðeins að kannski það mikilvægast merkilegasta sem að Trump sagði í ræðunni yfir hershöfðingjónum var að aðalóvinnu Bandaríkjanna væru innanlands og hann var að boða að herinn yrði eiginlega að taka þátt í þeirri baráttu og miðað við það sem kemur frá honum og fólkinu í kringum hann þá er þetta svona skilgreining hvítra
evangelískra kirkna hverjir eru að eyðileggja samfélagið. Það eru þeir sem að, það er eiginlega má eiginlega segja, það er eiginlega árangurinn af allri svona mannréttindabaráttu undanfarna áratuga og svo meiri segja að síðustu vikur að þá er eins og þeir vilja fara bara enn lengra. Þeir vilja taka málfrelsi og tjáningarfrelsi, fundafrelsi, réttin til þess að mótmæla sem eru nú svona borgarleg réttindi sem að má rekja langt aftur að það er svo vilja taka það af fólki sem eru þeim ósammála. Og Trump lýsir þessu sem eins og styrjaldarástandi innanlands, blanda náttúrulega saman glæpum og svona einhverjum hugmyndum og andstöðu við sig og hann boðar það eiginlega að herinn eigi að æfa sig í átökum í borgum Bandaríkjanna. Þetta er náttúrulega magnaðar yfirlýsingar. Já, ég hlusta á þessa ræðu og ég heyrði ekki til dæmis þetta voru generals og admirals, þetta voru hershöfðingjar bæði á landher og flota admiralvarnir og ég heyrði þá ekki fagna neinu sem hann sagði. Reyndar kannski ekki mikil hefð fyrir þeir séu að klappa mikið en ég heyrði ekki undirtektir eða fögnuð undir neitt og ég held að þetta hljóti að vekja ugg hjá mörgum hershöfðingjum að þá er Trump að tala Washington DC höfuðborgin og svo eru borgin eins og LA það sem hafa verið óeirðir og San Francisco, þetta er náttúrulega demokrataborgir, þetta er Kalifornía, New York, demokrataborg, Chicago, þetta eru borgirnar sem hann er að tala og og eru borgir það sem er svona, fjölbreytni í mannlífi, það eru margir ólíkir hópar þarna sem eru og það er að æfa herinn og senda hermenn til þarna og halda uppi aga og hvert leiðir það? Ég meina, ég hef aldrei heyrt svona áður og ég var nú að horfa á einhverja sjónvarpsfjall þetta og einhver sérfræðingur talaði það að þetta getur bara leitt til óeirða í Bandaríkjunum, þetta mál. Það er að segja ef það er verið að senda hermenn til að halda uppi reglu og svo sagði hann líka það að óvinirnir þeir eru hættulegir óvinir innanlands og það hættulegast verður við þá að þeir verður ekki í búningi þannig að verður ekki að sjá hverju þeir væru. Ef þú ert að berjast erlendis þá eru hermennirnir frá hinu landinu í einhvern búningi svo veist hverju það að þetta er óvinir. Þannig að þetta hlýtur að vera vekja ugg hjá mörgum Bandaríkjamönnum og þannig eru þessar borgir sem helstu borgir Bandaríkjanna sem oft eru demokrataborgir. Þannig að mér kom þetta mjög mikið á óvart að ég fara að beita hernum þannig og ég held að hershöfðingjar margir í Bandaríkjunum upplifi sig ekki sem aðila sem eiga að vera í innanlandsátökum. Þeir upplifa sig fyrst og fremst að verja landið fyrir óvinni utanfrá. Þannig að ég hef ekki heyrt mig viðbrögð frá þeim, en þetta var nú bara þessi fundur var bara nýlega, þetta er mjög óvenjuleg ræða, ég veit ekki hvað þú heldur þetta, mér finnst þetta að vera vekja ugg og svo líka spurningi hvað á að beita þessu þegar verður næstu kosningar í Bandaríkjunum, að senda hermenn til að fylgjast með og hvar á þetta enda, hvaða hlutverk eiga þeir að gegna og þetta með mannréttindi náttúrulega, ég veit það ekki heldur hvert þetta er að leiða. Trump virðist vilja hann virðist, hann vill taka til sig mikið völd og hann kemst töluvert upp með það, allavega enn sem komið en ég hef búið í Bandaríkjunum í 10 ár og ég hef búið í New York og Washington mörg ár og ég hef búið í San Francisco, ég hef komið oft til LA, ég hef komið til Chicago, allt saman mjög viðkunnalegt fólk og borgir sem var gaman að heimsækja og sem var kunni vel við. En hann virðist líta á þetta sé mikil ógn þarna sem að þarf að berja niður með hermönnum og þetta getur valdið bara pólitískir ókýr í landinu ef þetta gengur á langt, held ég. Það eftir að koma í ljós. Hilmar, kæra þakki fyrir að taka síman í Bangkok og ég fæ að hringja í því aftur. Ég treysti því að Trump og fleiri muni skaffa okkur umræðuefni fljótlega. Já, þakka að kærlega fyrir spjallið. Já, takk fyrir. En við ætlum að vera hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja hana heim sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Jæja krakkar,
Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.